fréttir á 13. holu. Fram að þessu hefur þetta gengið bara ansi vel hjá okkur. Við erum 5 undir par eftir 12 holur og hérna tekum við frekar stutt par 4 hola sem sé þessi 13. hola. Þetta er stutt par 4 hola en annað höggið er, myndi ég segja, kannski það erfiðasta á þessari holu. Þar sem að þetta er mikið upp í móti og oft erfitt að velja réttu kilvuna til þess að fá réttu lengdina. Óli, hvað ætlar að taka teig? Maður getur tekið dræfurinn hérna og slegið bara vel upp í brekkuna hana. Komið sér þannig frekar svona nálægt gríninu. Það er hættur þannig vinstra meginn og hægra meginn þar. Ég ætla að slá bara með járni. Slá bara með 3 járni. Og það er eiginlega þægilega að vera aðeins lengra frá hérna að slá inn á heldur en að vera slá svona eitthvað hálft högg inn á flöt sem er fyrir ofan mann. Já, og jafnvel blind. Já, jafnvel blind. Já. Þannig að ég ætla að vera bara 80 til 100 metra frá og... Mér líst vel á það. Það ekki. Það var bara eins og ég var búinn að heyra frá þér. Þú ætlar að spila þessa bara frekar öruggt að teig og setja það bara pressun á annað og þriðja höggið. Við skulum gá hvernig þetta gengur. Þessi er á miðja braut á frábærum stað fyrir innahöggið og þetta var viðbúið, frekar auðvelt teighögg en það má líka geta þess að í þessari rigningu þá á maður til, bara bæði rigningu og kulda, á maður til að fara að halda fastar í kilvunum svona þannig að þið verðum að vera meðvituð að vera mjög afslöppuð í þessu og náttúrulega berjast við að halda ykkur þurrum með öllum kúnstarinnar reglum. Heyrðu, við förum í annað höggið á þessari 13. holu. Jæja, þá er það eina höggið og við skulum sjá hvernig okkur reiðir að með það. Þetta er mikil hæðamismunur. Reyna bara að koma honum inn á mitt grín. Hittir þennan bolta rosalega vel, stefnir beint á stöngina. Þá er það þriðja höggið á 13. holunni. Eins og við sjáum þá var innahöggið, við vorum ánægðir með að koma því inn á flötina, vera ekki á stuttir. Kilvan var kannski tók Óli einni kilvu lítið en ég veit að boltinn kom eitthvað tilbaka með við það boltafar sem við sjáum eftir hann, þannig að það hefur verið til dæmis mikil bakspunni á honum. Og það er eitthvað sem að góður leikmaður þarf líka að kunna stjórna, hvenær hann spinnar tilbaka og hvenær ekki. En við getum verið ágætlega sátti með þetta högg. Nú er komið að púttinu. Þetta er örugglega 9-10 metrar pútt sem Óli á eftir. Og við skulum sjá hvort að hann nái þessu. Ég myndi segja að hann væri góður með að tryggja púttið og klára þetta pari og halda áfram. Góður hraði á þessu. 1 meter og stutt, tæpum 1 meter, en þetta er eitthvað sem Óli ætti að geta klárað á auðveldan hátt. Vel gert, tókum pari hér, ennþá 5 undir pari, við höldum áfram.